Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Ungmennaráð Norðurþings tók til starfa árið 2011 og í því sitja 11 ungmenni á aldrinum 13 til 20 ára úr öllu sveitarfélaginu. Ungmennaráð eru starfandi í mörgum sveitarfélögum og eru hugsuð til að vera sveitarstjórnum til ráðgjafar málefni ungs fólks og til að kynna lýðræðisleg vinnubrögð fyrir ungu fólki. Þetta er eiginlega bara tækifæri fyrir ungmenni að tjá skoðanir sínar málefni líðandi stundar og það sem kemur okkur við í samfélaginu. Hverjir eru í ungmennaráði? Það eru Það eru 2 nemar í framhaldsskólanum, 1 úr grunnskólanum Húsavík held ég, 1 í grunnskólanum í Lundi og svo 1 á vinnumarkaði. Já, svona grunnskóla Norðurþings og svo báðum skólanum og á atvinnumarkaði. Hvað gerir þið í ungmennaráði? Við erum að reyna að koma okkur skoðunum á framfæri og bara taka þátt almennilega í samfélaginu af því að það kemur okkur við líka það sem við erum að gera hérna. Þannig að allar ákvarðanir sem þeir eru að taka munu snerta okkur í framtíðinni. Þannig að sjálfsögðu viljum við blanda okkur í það og hafa eitthvað að segja hvað þeir eru að gera. Aðalega þá kannski að efla félagslífið hérna á Húsavík og bara í Norðurþingi almennt og bara finna meira svona fyrir kannski ungmenni sem þau geta verið að gera, taka þátt í og bara svona opna hugan fyrir ungu fólki og sýna þeim að það er hægt að hafa skoðanir á hlutum. Líka bara passa að ungmenni muni vilja flytja hingað aftur. Eftir að kannski fara að fá sér menntun, að sé nóg tækifæri fyrir ungt fólk hérna á Húsavík, en það sé ekki bara samfélag fyrir eldra fólk. Já, þannig að fólk komi aftur eftir nám? Já, til dæmis. Það er mjög mikilvægt fyrir uppbyggingu bæjarins. En hvernig nú eru þið búin að vera, þú búin að vera, hvað segir, í 2 ár og þú í tæpt ár í ungmennaráði. Hvernig að taka þátt í þessu? Það er bara mjög áhugavert að fá tækifæri til að segja okkur skoðun og fylgjast með hvað er að gerast hérna í samfélaginu. Já, mér finnst það líka bara mjög gaman að fá tækifæri til þess að tjá mig þessi mál og vita hvað er í gangi. Mér finnst það mjög mikilvægt. Og svo fór ég líka á ráðstefnu á Selfossi sem er ungt fólk og lýðræði sem snerist að líðan ungmenna, bæta hana. Það var svona ungmennafélög á landinu sem kom öll saman á þessa ráðstefnu og það var mjög áhugavert sko. Það kom mikið fram. En það eru svona ráð mjög víða landið, það ekki? Það er skylda að það stendur í bæjarlögum eða þannig, sveitarstjórnarlögum að það eigi að vera ungmennaráð í hverju bæjarfélagi. Þetta er ekki bara eitthvað sem við erum að gera því að upp á flippið sko. Þetta er í lögum, þetta á að vera. Og þetta er líka bara mjög mikilvægt til þess að fá skoðanir og vita hvað unga fólki vill. Hvernig er að vera ungmenni á Húsavík? Mér finnst það gaman. Mér finnst það mjög gaman. Þetta er svo lítið samfélag að maður þekkir alla og finnst maður mjög náinn öllum og líður bara mjög vel hérna held ég. Já, og þótt þetta sé svona lítið þá voru að fá hellinga tækifærum af því að við erum svo lítill bær. Já. Ég og Fanny erum alltaf að gera eitthvað skemmtilegt. Ungmennaráð Norðurþings fundar reglulega og fjallar hin ýmsu mál. Nú í vor var ráðinu falið að vinna tillögur að verkefnum til uppbyggingar á útisvæðum fyrir börn og unglinga. Ýmsar hugmyndir hafa komið fram, meðal annars strandblakvöllur, fótboltagolfvöllur og utanhús skólarheistibraut. Við fengum ákveðna upphæð til þess að skapa svona, ekki beint leiksvæði en eitthvað svona athafnasvæði utandyra fyrir ungt fólk og líka svo sem eldra fólk eða vill til þess að geta gert eitthvað svona, taka þátt bara í samfélaginu svona. Við fengum bara að vita á seinasta fundi að þessi nefnd hafi gefið okkur þessa fjárveitingu og þá fórum við að ræða hvað við getum gert, hvort við ættum að lappa upp á gamla leikvelli eða körfuboltavellina eða jafnvel byggja eitthvað alveg nýtt. En það er náttúrulega, þetta er takmarkað fjármagn. Við erum bara svona ennþá að vinna eiginlega meira svona koma hugmyndir og svo sér Kjartan Páll sem sér þessa fundi. Hann er núna að fara að athuga hvað hvert og eitt kostar sem hugmyndir sem við komum með. Svo næsta fundi kemur með það og þá finnum við út hvað við getum gert og hvað við viljum þá helst gera með þetta fjármagn sem við höfum. Þannig að þið eru kannski ekki bara að senda frá okkur einhverjar fundagerðir og hugmynd? Það er eiginlega það sem við viljum svona leggja áherslu á, að við séum líka að gera eitthvað en ekki bara hittast og spjalla. Við séum í alvörunni að gera eitthvað, láta eitthvað eftir okkur. Það er svo mikilvægt að sýna fólki það að þegar við tökum þátt þá er hægt að ná öllu fram sem við viljum í rauninni.
Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.